Jæja, góðir áhörundur, velkomnir í 93. þáttinn af Sjónvarpslausum 50. Við sitjum hér í stúdíói félagarnir og erum svona á nýjum stað, mögulega í eina skipti hérna, en það hefur aldrei farið betur um okkur heldur en akkurat núna. Sigmundur er ekki óhætt að upplýstur um hvar við komum okkur fyrir núna. Jú, jú, við erum hún í kjallara, heima að mér og þetta Við er erum í svona, ökkernum eins og það sem Biden var geymdur. já, og þetta er svona hefðbundið hlaðvarps setup eða uppstilling. Tveir stólar sem að mætast svona á ská eins og leiðtogafundinum í Höfða og tæknigræjurnar þínar hérna fyrir framann okkur á litlum, hvað kallar maður þetta, palli eða Skemill eða ekki? skemli, já. Uh, og allt til reiðu. Við gerum tilraun, hljóðið á að vera í lagi hérna, en það er svo mikið drasl að það hjálpar að dempa endurvarpið. Þú hefur Já, haft þetta í huga árum saman er það ekki, að hér gæti einn daginn endað stúdíó, jú, hljóðver. það var langtíma markmiðið. Já. Þannig að hérna, en ef að við færum stúdíóið aftur í næstu viku, sem er Já, nú líklegt, þá ætlarðu þá að taka til. já, þá tekið til, en við sjáum nú til samt hvort við náum öðrum þætti hér. Þetta er auðvitað auðlind að hafa svona Já, góða hljóðvist. já, Herðu, en það er hérna fyrsta vika eftir Vestlunarmannahelgi, hún já, gekk stórslysaflaust fyrir sig sem betur fyrr betur fyrir, og já. hérna og bara fólk virðist hafa skemmt sér og sínum vel og í góðu yfirlæti sem víðast þó að það er blásið dálítið og ringt í Eyjum til dæmis og blásið víðar og Já, hérna en það var ánægjulegt að þetta fær allt saman vel, engin stór slys og þar höfum til göttunum og hérna já, já. góðar kveðju til Eyja, Karl Gauti er á bíi lánaði með helgina. Já, já, þetta gekk slysalegt fyrir sig sem er nú aðalatriði þó að veðrið hafi ekki kannski leikið menn í Vestmannaeyjum eins og stundum gerist en er það ekki bara orðin hluti af hefðinni þannig? Jú, klæða gestir þetta ekki bara af sér Já, á milli þess að þeim skjótast í skjólinn í Íþróttahúsinu. já, það týndist einn maður en til allra heilla þá fannst það nú Já. og var kallað Vestlunarmannahelgi. Mm. Þetta hérna, það fór sem betur höfðu vel. Já, En það er eitt og annað búið að ganga á í pólitíkinni síðan hérna, við settumst niður síðast og tókum upp sérþáttin loftslagsmálin og ég verð nú að segja að við erum bara að þakka fyrir viðbröðin við þættinum. Þau hafa verið alveg ótrúleg já, og það við var vorum ekkert vissir að fólk legði í það að hlusta á hvað, 2,5 tíma. 2,5 tími í heildina, skipt upp í tvent með Já, þessi cirka 1,5 tími fyrir hlutin og rétt klukkutími setni hlutin. hm, En það eru ótrúlegu fjöldi sem er búin að hérna, hlusta í gegnum þetta og svona skilaboð og tölvupóstar sem ég hef fengið í vikunni bera þess merki að svona mörgum sé nú svona hálf og þetta er auðvitað þeirra gerðar þegar svona 260 blaðsína hlemmur af texta já, skellt inn í samráðsgátt þá fallast nú flestum hendur hvað það varðar að þvæla sér í gegnum þetta. já, já, og eðlilega en þó held ég að það séu mál sem að fólk hafi áhuga á þegar að það fær tækifæri til að kynna sér Já, hvað liggur, hvað býr að baki, hvað liggur undir því að þetta eru atriði sem að munu hafa mjög verulega áhrif á samfélagið, á lífsgæði á Íslandi, samkeppnisefni okkar til framtíðar. já. Þess að þetta eru atriði sem þarf að ræða, en allt of oft treystir kerfið á það að með því að hafa skýrslurnar nógu langar og áformin nógu óljós, þessi eru reyndar ekkert mjög óljós, en, en með því að dæla nógu mikilli fróðu með áformunum að þá muni fólk ekki kynna sér það. En þetta er einhvað sem fólk þarf að kynna sér. Því að ef að þetta allt saman fer í gegn, þá verður mjög erfitt að vinda ofan að því. Já. En þetta er einmitt hérna talandi um svona langar skýslur og hérna þetta voru 260 blaðsíður ef maður telur inngangin bara einu sinni. Mm. Það var annað plagg sem ég ætlaði að fara að kynna mér í vikunni sem að ég hérna er nú ekki byrjaður á en svona búin að finna til. Það er aðalnámskrá fyrir grunnskóla. Já, Ég ætlaði að reyna að lesa það núna í vikunni en þegar ég átti að má því að það plagg er 242 blaðsíður þá sá ég að það er ekki gert svona bara á einni kvöldstund. það er annar 2,5 tími
í auka þætti Ég vantarlega. er hrættur um það Já, og sko ástæðan fyrir því að ég sótti mér þetta plagg eru þetta þessi umfjöllun sem að hefur verið í Morgunblaðinu núna undanfarið, alveg frábær vinna hjá þeim sem að hefur mm, dregið fram í rauninni þær brotalammir sem að hafa verið við líði alllengi í kerfinu, mm, sérstaklega undir forystu núverandi ráðherra málaflokksins og ég held að svona öllum almenningi sé nú bara svona og ó hvernig lausatökin hafa verið. það held ég líka. Og það er rétt hjá þér, þetta er búin að vera fín umfjöllun hjá Morgunblaðinu. Það er svona sem að fjölmiðlar eiga að vinna. Já, já, Maður hefur alltaf oft nú til dags áhyggjur af því að fjölmiðlarnir séu of margir farnir bara í það að flytja opinberu línuna og útskýra fyrir fólki hvað því eigi að finnast, hvað snýr upp og niður í heiminum. Þannig bara verið að segja fréttir af því hvernig staðan er í menntakerfinu, ekki hvað síst í grunnskólum, og svo staða er og á að vera áhugjefni. Og viðbröðin líka hafa gefið tilefni til þess að menn velti fyrir sér, "Bíddu, hvernig er forgangsröðunin þarna hjá þessum ráðherra og í þessu ráðuneyti? Er ekki ráðuneyti fyrst og fremst að vinna fyrir börnin og foreldrana sem að þurfa að treysta á það að krakkarnir fái góða menntun í íslenskum skólum?" En eins og við rættum nú held ég í síðasta hefðbundna þætti, þá ímyndi ég mér að flestir kennarar, langflestir, hljóta að stefna því sama. Menn fara valla í kennaranám nema að þeir hafi ástríðu fyrir því að fræða. En engu að síður þá eru viðbröðin eiginlega, já, bara á þann veg að það er ekki að breyta neinu. Og við séum lagst í, með þeim allra lagst í PISA-könnunum með dýrasta skólakerfi Evrópu að minnstakosti, sem við segja heimsins. já, já. Uh, en þó það skil ekki meira um þetta, þá er ég bara að leggja einhver önnur viðmið til grundvallar. Þetta finnst mér skrítið og ég vona bara að Morgunblaðið og aðrir fjölmiðlar auðvitað og stjórnmálamenn fylgi þessu eftir. Því þetta er stórmál, menntun barnanna. Já, já, miða við sko svona, já, var ekki Jón Pétur Símsen nefndi hann ekki töluna 200 milljarða sem færi í þetta kerfi? Jú, það getur passað. Það verður nú ætlast til þess að börnin komi allavega bærilega læs og svona Já, já. sé að læra til gagns inn í hafi svona gagn og gaman af leið ferðinni gegnum grunnskólakerfið sko. En það er mjög fjarri því að það virðist hafa tekist. Við höfum nú tekið þetta fyrir all oft í þessum, hvað sagðirðu, 93 þættir, já. Og annars vegar haft áhyggjur af því að börnin væri ekki að læra það sem að mikilvægast er, en líka það að það væri verið að leggja áherslu á einhverja allt aðra hluti sem að börnin hefði kannski betur af að sleppa við. Þú veist þannig að tala um kynlífsfræðin. Ég er að tala um klámkennsluna, ég er að tala um alla þessa innrætingu sem virðist vera að aukast í þessu kerfi öllu saman. Forgangsröðunin er greinilega ekki í lagi. Það er einhver staðar að ofan verið að setja skólana í það hlutverk að innræta börnunum einhverja heimsmynd og sýna þeim þessar hræðilegu bækur sem við höfum nú farið yfir og plaggutin og allt þetta út frá einhverjum kennisetningum, oft á tíðum öfgaföllum, frá fólki sem að aðhyllist ákveðnar kreddur sem hafa ekkert með menntun barna og undirbúning þeirra fyrir lífið að gera. Frekar bara reyna að fá þau inn á einhverja ákveðna línu. Og það er ekki gott. Og það lagast ekki nema menn horfist í augu við vandann og viðurkenna að þetta sé ekki rétt nálgun að eyða öllum þessum tíma í að innræta einhverjar pólitískar stefnur, oft mjög undarlegar,
og sleppa því að huga að hlutum eins og aga sem að er nú eitthvað sem að hefur verið grundvallaratrið í menntakerfinu um aldir en má núna varla nefna. Nei, nei. Þó hef ég heyrt kennara tala um það undanförnu sem betur fyrr. Jón Pétur auðvitað, dæmið það. Uh, þetta ábyrðin liggur hjá stjórnvöldum, hjá ríkisstjórninni og hjá ráðuneytið sem málaflokks og þar þurfa menn eitthvað að fara að hugsa hlutinu upp á nýtt. Já, já, ég held að það sé alveg augljóst og mér hefur þótt dálítið svona, já, alltaf því óþægilegt hvað í rauninni svona fulltrúar kerfisins hafa brugðist illa við þessar umfjöllun að mörgu leyti. Þetta byrjar, má ég að segja sko að þetta byrjar með viðbrögðum viðskiptaráðs við máli sem að Ásmundur Einar er með í samráðsgátt núna og ég held að umsagnatíminn í samráðsgátt hafi bara verið að klárast í gær. Við erum að taka upp á fimmtudegi og ég held að það hafi klárast í gær á miðvikudegi. Já, Og það er sko Ásmundur Einar, ráðherra málaflokksins, sko gagnrýndi umsögn viðskiptaráðs mjög harkalega og var nú samt ekkert að mér sýnist rangt eða ósanngjarnt í umsögninni. Formaður kennarafélagsins, hann stígur mjög fast inn í þessu umræðu og ver kerfið. Ég heyrði viðtal við formann skólastjórafélagsins eða skólameistarafélagsins, ég man ekki hvort það heitir, sem var á sömu nótum. Þannig að ég hef allar áhyggjur af því að svona fulltrúar kerfisins, establishmentsins, séu í algjörri vörn gagnvart þessar umræðu. þeir virðast vera það, en af hverju? Ja, það er óskiljanlegt. Því að skólinn hlýtur að vera hugsaður til þess að undirbúa börnin og unglingana sem best fyrir lífið og framtíðina. En það getur ekki verið að skipulagið allt hverfist starfsmennina. Það hlýtur að hverfast börnin. Já, já, og maður skildi ætla að það væri líka hagur starfsmannina að það er komið skikk á þetta. Það væri meiri festa, Já, já, sameiginleg sýn á hvert hlutverkið er. já, já. En svo er einn aðili sem mér hefur þótt svona sleppa dálítið hingað til í umræðinni. Jón Pétur Símsen reynda kom inn á þetta þarna í viðtalinu í dagmálum á sínum tíma. Sem var mjög gott og áskrifendur Morgunblaðsins ættu nú að hlusta á ef þeir eru ekki búnir að því að það var ábyrgð sveitarfélagana og þetta horfið aldrei þannig við mér að svona sumstaðar er bara hreinlega svona ákveðin vörusvika að ræða þar sem að skólarnir ekki að undirbúa nemendurnar í neinu samræmi við það sem að útsvarsgreiðandinn foreldrið má hafa væntingar til. Já. Og ég held að þetta sé einhvern veginn sveitarfélögin svona framkvæmda aðilinn á þessu öllu á grundvelli þessarar námskrár sem liggur fyrir þau þurfa líka að svona líta aðeins inn á við því að þetta og þetta viðtal við Jón Pétur Símsen þannig í dagmálum það var tekið náttúrulega í kjölfar birtingar PISA niðurstaðnanna sem er náttúrulega bara partur af þessu púsli sem blasir við okkur að allt er í hersöndum. Já, ég menn þetta er ekki gæfulegt, við erum að spá í sveitarfélögin, þetta er ekki gæfulegt í Reykjavík. Hvernig Reykjavíkurborg heldur á grunnskólamálunum. Nei. Og umfram jafnvel aðra Reykjavík að leggja áherslu á allt annað en að mennta börnin í þeirri færni sem þau þurfa að halda. Já. Og ég held að allavega mér finnst blasa við að það er þetta bara veita alla þær upplýsingar sem gagn getur verið af út úr könnunum eins og PISA. Það getur verið gagn að því fyrir nemendurnar, það getur verið gagn að því fyrir kennarana, skólana, sveitarfélögið, hið opinbera. Auðvitað er að ýta undir samkeppni, ákveður þetta ekki vera samkeppni þarna og hvatar. Þetta bregst fólk við réttu hvötunum. En það er einhvern veginn þegar búið að taka ákvörðun að kippa öllum hvötunum út sem er samanburðurinn, sem er það að standa sig vel. Það var skóli í Hlíðunum sem var alltaf á toppnum þarna þessi skipti sem 2-3 skipti
ég held að það hefur nú bara kallað fram hækkun á fasteignaverði í námunda við skólan Já, í já. framhald af því. Þannig að þetta fólk auðvitað sko vill sjá árangur og ég held að meiri hluti kennara vilji sko fá þessa mælingu fram og geta þá sagt, heyrðu, býtu, hvað þurfa að laga, hvað þurfa að gera betur til að undirbúa börnin betur undir lífið. Ég held að það sé mjög lítill hópur kennara raunverulega. Ég held að það sé frekar sko á stjórnunar levelinu. Já, Ég held að það sé mjög fáir kennarar sem að sko vilja ekki finna sig í svona hvetjandi samkeppni. maður skildi ætla það. En svo náttúrulega er annað mál sem að má helst ekki ræða að því verðist, sem að gerir skólum á Íslandi mjög erfitt fyrir. Og það er sambland, þetta er í raun samt sammeilhuturinn af reglum sem hér hafa verið settar ákveðna sameiginlega þjónustu fyrir alla. Skólán aðgreiningar var þetta kallað, eins og minn finna alltaf svona jákvæð hugtök yfir það sem verður að gera og hljómaði ágætlega og hefði kannski verið en varð erfiðara þegar skólanir hefðu hvorki tök á því að aðstoða almennilega þá sem að þurftu á sérstakri aðstoða að halda, nýja að leyfa þeim sem að spurðu sér best að njóta sín. En svo bætist við þetta sá gríðarlegi fjöldi innflytjenda eða barna innflytjenda sem er komin inn í skólakerfið og hælisleitenda. Það er bara ekki raunhæft fyrir 300 og einhvað þúsund manna þjóð að halda út í skólakerfi þar sem er kennt á 100 tungumálum. Nei. Það er bara ekki hægt. Það ætti ekki að þurfa annan að segja þetta upphátt Einmitt. til að átta sig á að það er raunin. Og við erum með skóla þar sem að jafnvel minnihluti og í ákveðnum tilvikum lítill minnihluti nemyndana hefur íslensku að móðumáli. Og svo með skóla þar sem að fólk kemur frá ýmsum heimsóknum og auðvitað væri það skemmtilegt að geta kennt börnum hvaðan sem þau koma úr heiminum á sínu tungumáli ef skekkinni að fjölskyldan ætlaði svo að flytja aftur heim eftir 2 ár. En það er bara ekki raunhæft að halda út í kennslu hér eins og staðan er nú í þessu skólakerfi á 100 tungumálum og blanda því öllu saman í skóla þar sem að já, allir eiga bara að vera á sama stað án aðgreiningar og þú þarft túlka og aðstofamenn og hvaðina og á meðan kannski gleymist megin hlutverk íslenska menntakerfisins sem er bara að mennta íslenska krakka í því að takast á við lífið og næstu skref í námi. Já, já. En við bara ítrekum þakkir til Morgunblaðsins fyrir þessa góðu umfjöllun og vonum að einhverjum takist að finna Ásmund Einar Daðason að sérstaklega til þess tekið hversu miklum felum ráðherrann hefur verið gagnvart Já, hann bara fyrtist við og svo hvarf hann. Já, jú. Svona svaraði fyrstu viðbrögð voru svona fyrst og fremst skætingur. En ég held að hann sé ekki að gera sínu fólki í Framsóknarflokknum neitt greiða með því hvernig haldið er á þessum málum og það eru þetta Björn Bjarnason skrifaði síðast það í gær á heimasíðu sinni ágætan pistil þar sem hann dró saman. Já, Björnsson okkar. Já, okkar með öður. Hann búinn að 8. Já. Og þarna sko það sem hann dregur fram í rauninni bara það sem upp á ráðuneyti stendur. Bara út frá sko skýrslugjöf og annað sem að bara er beinlínis rammað inn í lögum. Þannig að þetta er ekki eitt, það er allt sem virðist einhvern veginn vera alveg að reka á reiðanum. Já. En við sjáum til hvernig þessu vindur fram og fylgjumst með áfram en síðan er ekki konar 2 vikur í dag, ég ætla nú ekki að kalla það að láta reka á reiðanum, en er ekki konar 2 vikur í dag það bil síðan ríkissaksóknari sendi bréf til dómsmálaráðherra þess efnis að víkja Helga Magnúsi Gunnarsinni frá vegna kæru Solaris samtakana. Það er allavega nálgast 2 vikur, við vitum ekki nákvæmlega hvenær bréfið var sendt en það er allavega verið að komna 2 vikur síðan að
að málið komst í hámæli og fréttir voru sagðar að þessu. Og hvað ætlar dómsmálaráðherrann að hugsa lengi? Hversu lengi ætlar hann að velta vöngum yfir því hvort að það sé ástæða til að segja manni upp tímabundið var nú sagt, ég meina, við ekki hvernig það gengur fyrir sig, hvort það sé ástæða til þess að víkja þessum manni til hliðar fyrir það að hafa bent á hið augljósa, bent á staðreyndir. Annars vegar, jú, leiðan að nefna sér þá framkomi sem að hann hafði mátt sæta, þær hótanir sem hann og fjölskyldan hans sátt undir, en tók líka samfélagið allt með í reikningin og svona lýsti áhyggjum af þeirri þróun sem hér er verið að verða. Bara eðlilegum og réttmætum áhyggjum. Algjörlega, því að þessi þróun er ískyggileg og hún gerist alveg ótrúlega hratt. Og svo er einhver samtök sem hefur nú enga aðild að málunni í þeim skilningi að Helgi hefur ekki gert neitt á þeirra hlut, sem að senda þarna inn kæru. Þannig að samtök sem að bara nota hvert tækifæri til að láta á sér bera og reyna að valda einhverjum usla og senda inn kæru á mannin. Og ráðherrann er enn að velta þessu fyrir sér. Hvernig ég bregðast við þessu? Hver er tilgangurinn með því að láta svona langan tíma líða? Það er ekki svo að þau eru að rannsaka málið í þaula og afla einhverja gagna. Það liggur allt fyrir hvað maðurinn sagði sem að voru bara augljósir sannir hlutir. Það kom bara beinlýs fram í frétt hvað hann sagði eða á Facebook hjá honum. Þetta fletta því upp. Hversu lengi þurfum við að velta fyrir sér einni Facebook-færslu eða einni frétt? Því að bara þessi tími sem er látin líða er þetta til þess fallin að draga úr mönnum kjark fólki í kerfinu sem gæti vilja tjá sig, hvort sem að það væri bara upplýsa eitthvað á einn vegum á Facebook eða annar staðar, fara í viðtal, fólk sem hefur áhyggjur af þróunni. Það er þarna í rauninni verið að reyna að hræða þetta fólk frá því að segja sannleikann. Já, já, það er akkurat áhrifin sem við verðum að kalla fram. Já, og þó ekki væri nema með bara biðinni að þarna sé þessi maður í lausu lofti í 2 vikur sem að svona gefur fólki til kynna, viltu ekki bara sleppa því að vera hvað tjáði hvernig ástandið er raunverulega? Það verður áhugavert. Það getur einhver út í bæ hendin kæru og það er ekkit víst að vera í staðin með þér. Nei, það er akkurat þannig sko. Og þetta verður sumarleyfi Helga Magnúsar klárast nú væntanlega einhver tíma núna í ágúst, þannig að það verður áhugavert hvort það verður búið að breyta einhverjum aðgangsheimildum hans að skrifstofu sinni. Já. Ég held að allavega við tölum að dæma, þá veit hann ekkert það hvort hann megi mæta til starfið ekki. Ég held reyndar jafnvel að sumarleyfi sé búið. Já, ok, þess heldur. En allavega, það í öllu falli, það er ekkert langt eftir að því, en fjölmiðlar mættu nú fara að spyrjast fyrir gangmála hjá dómsmálaráðherranum sem að sagðist ekki geta gefið negin svör hvað það tæki langa tíma. Hvort það tæki 2 vikur eða 3 vikur af því að þetta vinna þetta svo faglega. Þarna þótti mér nú tilefni til þess að taka upp gamla kommenti frá Davíð Oddssyni og segja bara svona gera menn ekki. Að sjálfsögðu, það bara bregðast við með því strax. Nú er það skipsilt og hvað sem að ráðherrann gerir, þá lítur það annarkvort út eins og ráðherrann hafi bara látið kerfið tala sig inn á okkar, eða að ráðherrann sé svona bregðast við pólitíkinni í málinu og telli sig bara þurfa að gera það sem að sé pólitískt skynsamlegt fyrir sig. Auðvitað átti ráðherrann bara strax að segja þetta er bull. Já, já. Hættið að velta þessu fyrir ykkur. Þarna var bara maður sem hafði lent í mjög alvarlegu áreiti og hótunum að lýsa stöðu sem að hann hafði gengið í gegnum og sem að samfélagið er að gangi í gegnum í auknum mæli og þetta er það sem við þurfum bara meira þessu. Já, já. Heyrðu, en svo er annað bara svona sem hliðar ekki beint þetta mál en svona tengt að því ég nefndi Solaris hérna áðan. Þá er búið að uppáleggja
alltaf ekki lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, ég man ekki alveg til hvers kæran var send, en hérna að taka aftur upp kæru sem barst vegna fjársöfnunar samtakana. Og Já, hérna, já. ástæðan fyrir ég rifið þetta upp hérna, gallin, ég glemdi nú bara að taka það með mér, en svona þættinum barst bréf, þar sem að hérna, eftir að þessi umræða Helga Magnús kom upp, og svona í ljósi þess að Solaris er sá sem kærir Helga Magnús, og þá er það þessi kæra sem að hérna Einar Halldórsson sendi inn vegna fjársöfnunar Solaris, og það sem var dregið fram í þessu bréfi sem þættinum barst var áhugavert þótti mér. Þarna var sett í samhengi þessi fjársöfnun sem skilaði samkvæmt því sem sagt frá 60 milljónum, og fór bara svona undir radarinn dálítið mikið, það fór mjög lítið fyrir þessu. Og sá sem sendi okkur línu setti þetta í samhengi við það að fyrir ekki löngu síðan þá var hér söfnun fyrir Grensásdeildina, sem að sko allir Íslendingar vilja hið besta. Já, já. Það var sko allir helstu tónlistamenn landsins voru í sjónvarpsútsendingu að hvetja til söfnunar og með skemmtiatriði, og bara annað hver áhrifavaldur og stjórnmálamaður og viðskiptarleiðtogi landsins var það í símaverinu, Já. allt lagt undir 140 milljónir. Og þessi aðili sem sendi þættinum línu sagði bara, heyrðu, getur verið að söfnun sem að sko fer svona undir radarinn, ber svona lítið á, nái 60 milljónum á no time, öðruvísin að komi einhver svona alvöru framlög, sennilega erlendis frá. Akkurat. Og þetta er auðvitað það sem er eflaust grundvöllur þess að lögreglustjórinn er settur af stað aftur og gerð krafum að hann rannsaki málið í staðinn fyrir að vísa því frá Já, já. við fyrsta tækifæri eins og gert var í upphafi. Já, já, þetta hefur meðan þess verið rætt varðandi moskur og starfsemi þeirra á Íslandi og víðar. Ég man að Ögmundur Jónasson til dæmis lagði áherslu á það að við þessum að vera með á hreinu hverjir er að fjármagna þetta, því að það er bara þekkt að ákveðnar svona hreyfingar í útlöndum styrki ákveðin markmið á Vesturlöndum. Og þetta gefur alveg tilefni til að skoða það hvaðan þetta fjármagn kemur, en það gilda reglur fjársafnanir. Men við þekkjum það nú bara starfandi í stjórnmálaflokki hversu stranga reglur eru söfnun peninga, og það þekki allir sem að koma að því að safna peningum, hvort sem að það eru hjálparsveitir eða góðgerðarsamtök önnur og hvað sem er. Já, já, akkurat. En þarna virtist vera að menn væri eitthvað smeykir við þetta mál að skoða það samkvæmt að lögunum, vegna þess að þetta væri, já, kannski óttuðust menn bara árásir. Já, já. Fyrir að vera fordómafullir eða einhvers slíkt. Skiljanlega að nokkru marki. Já, ég meina það er bara beitt valdi, við sjáum það í máli Helga Magnús. Já, já. Já, já. Og markmiðið er alltaf að gera menn hrædda, Já, já. koma í veg fyrir að hlutinni séu skoðaðir. Og varðandi þennan flutning á fólki frá Palestínu til Íslands, sem að söfnunin snerist þá höfðu þessum stóða söfnunin í einhverju viðtali, ég held að verið við Vísi, sagt frá því að það kostaði $5.000 að kaupa hvern út, sem allir vita þetta, hvernig gengur fyrir sig. Það eru mútur til fyrir væntanlega landamæraverði og fulltrúna hinum einn á Gaza. Og svo var nú eitthvað reynt að draga í land með þetta, en svo hafa komið fréttir í erlendum miðlum að svona bara gerist kaupin á eyrinni. Það fer enginn þannig út í gegnum víkirtustu landamæri heims nema með því að einhvernum sé borgað. Og einmitt talað þessu uppað frá 5 til $10.000 sem er náttúrulega eru miklar upphæðir þar. En svo náttúrulega fór bara íslenska ríkisstjórnin í samstarf þessa flutninga. Já, já. Og enn hefur ekki fengist svar við því sem ég hef nefnt áður í þessum þætti, nefnt ótal oft í þinginu, með hvaða hætti var hugað að öryggismálum í tengslum með þetta. Við lögðum inn skriflega fyrirspurn þetta undir lok þingsins, þannig að ég trúi ekki öðru en að það komi svar við henni fyrir þingsetningu, það er næstu 4 vikunum. Og það er ekki ástæðulaus að við spyrjum, því að Ísland skar sig algjörlega úr meðal Evrópuþjóða í þessu. Algjörlega.
og menn aðrar þjóðir höfðu svona haft mjög varan á og við nefndaði með Þýskaland sem að vildi, já, bara fór í rannsókn á þeim 200 starfsmönnum þýskra hjálparstofnana þarna sem að kom til greina að taka til landsins. Helmingurinn fekk synjun af öryggisástæðum. þú eru starfsmenn hjálparsamtaka. Já, þýskra hjálparsamtaka á Gaza. Já, já. Nú er að, förum aðeins yfir í Ólympíuleikana. Íslensku keppendurnir eru allir búnir að ljúka keppni. Já, Það var, flottur fimmannahópur sem að, Anton Sveinn Maki og Guðlaug Edda, Snæfríður Sól í sundinu og Guðlaug Edda í þríþrutinni og Hákon Þór endaði í skotfimminni. Nei, Hákon Þór var undan, það var hún Erna Sóli sem að endaði í kúluvarskeppni. það var í dag bara. Já, Já, bara flottur árangur í henni, ung og efnileg stelpa, þannig að Akkurat. gaman að fylgjast með henni í aðdraganda næstu Ólympíuleika. Þetta var, já, flottur hópur. Við höfum þetta vilja hafa fleiri keppendur og kannski verið það einhvern tímann. Já, já. En ég fór nú að velta fyrir mér hvort að þú hefur kannski átt að vera þarna meðal fulltrúa okkar Íslendinga eftir ég heyrði hann Sigurbjörn lýsanda nefna þig. Ég veit ekki hvort þú tókst eftir því. Heyrðu, ég fekk heads up með þetta, hefði nú hort á útsendinguna eða hvort sem en ég sá þetta ekki í beinni en ég fekk melding í beinni eftir beinu útsendinguna. Sagði eitthvað í þá veru, hann greinilega þekkir þig frá fyrir tíð og sagði frá því að þú hefði verið í spretthlaupshópi sem kom mér og væntanlega flestum áhorfendum á óvart. En þá er það víst þannig að kúluvarparar eins og þú eru með slíkan sprengikraft að þið dugið í spretthlaup allavega í 90 metra. Hann sagðist að það var keppt við einhvern tímann og náð þér eftir 90 metra. Já, þetta var skemmtileg uppröðun hjá hann. Ég mundi nú alveg eftir þessu sko, en ég hef ekki hugsað um þetta í mjög mörg ár. Og ég held að hann hafi nefnt að þú hefði verið þarna í hópnum en ekki Jón Þór Þorvaldsson, Okkar besti maður. já, sem að var nú frægur fyrir það að fara yfirleitt hlaupandi úr Reykjadal í Borgarnes. Reykholtsdalnum. Hvað sagði þig? Reykholtsdalnum. Já, á Reykholtsdal. Þú sagði bara, varst með styttingu? Sagði Reykjadal, já, afsakið. En hann muni hafa farið yfirleitt sinna ferða á hlaupum og gert það þá umhverfisvænan hátt. En ef þú ferð inn í möppuna sem að heitir hljóðbrot og finnur þetta heiti Ólympíuleikar þá er þarna frásögnin af þér sem ungum og efnilegum íþróttamanni. Auðvitað týndir þú þetta til núna. Heyrðu, eigum að leiða þess að rúlla? Já, ég sett þetta í gang. Ekki það, ég held að flesti kúluvarparar myndu vinna flest venjulegt fólk í 100 metrun líka. Já, þeir eru mjög fljóttir. Ég man eftir því einhvern tímann þegar ég var í unglingalandsliði og Bergþór, núverandi þingmaður fyrir miðflokkin, Beggi, hann var kúluvarpari í landsliðinu og unglingalandsliðinu og ég var 800 hlaupari og ég hljóp alltaf í 400 sveit Þingeyinga og ég átti mikinn keppinauð sem heitir Jón Þór Þorvaldsson og er nú formaður félagsflugmanna og hann var aldrei í sveitinni hjá Borgfirðingum, heldur alltaf Beggi, kúluvarparinn og ég fór að spyrja hann af hverju þú alltaf í sveitinni og hann sagði prófa bara hlaupum út í mér. Svo kepptum við í 100 á landsliðsæfingu og ég náði hann ekki fyrir eftir rúmlega 90 metra. En náður hann þó? Ég rétt náði hann, en sko fyrstu sko ég var langt á eftir eftir 30. Ekki smá kraftur í þeim að stað sko. Ofsalegi sprengikraftur sem að kastarar þurfa að hafa. Þetta var ágætt hjá Sigurbirni. Við vorum saman í unglingalandsliðinu í gamla daga þegar, þannig að ef einhver veltist í vafa að ég hef einhvern tíma verið í formi þá lít ég svo á að það sé búið að leiðrétta það. Já, greinilega. Þeim efasemdum að minnsta kosti. Ég reyndar fór að trúa þér þegar ég sá myndina sem ég held ég að byrja einhvern tíma á Instagram að þér sem keppanda hjá The Royals í Los Angeles So Royal High School. Já, í ruðningnum eða ameríska fótboltanum þar sem að þú leist nú heldur vígalega út og ég gæti alveg trúa því að þessi maður hefði getað að tekja spretti og svo fórstu í fasagönguna.
orðin aldraði maður þá þegar. Vasagangan fyrir þá sem ekki vita er ekki lengsta skíðaganga í heimi, allavega svo erfiðasta. Ja, allavega lengsta 90 kilometrar. 92 kilometrar, held ég. 90, Já, það er bara 90. ég má ekki námyndu. Jæja. uh, og, og varst þá nýbyrjaður að spreita þig á gönguskíðum. Þannig ég fór nú bara að velta fyrir mér hvort við hefum ekki hægt að senda því í einhverja grein þarna. Ég er nú dottinn í að væntanlega olimpíuleika öldunga, nema ég kæmist inn á Paralympics sem er núna í framhaldiði þessara sko, Já, á grundvelli einhverjar andlegra kvilla. eða kemur í kvennaflokk. Já, 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 það er auðvitað hægt að senda póst á þjóðskrá. Já, Ég geti keppt í boxi. já. Ég er ekki alveg viss hver viðbröðin yrðu við því með það sem að hefur gengið á síðustu daga. Nei, Ef að þú mættir þar. það er skipið sennilega silt. En þó það myndi kannski svona draga fram vitleysuna sem að færa viðgangast. Já. En aðeins að varandi olimpíuleikana, sko, að því þú nefnir Sigurbjörn Árna Arngrímsson og rifjar upp hérna þessa sögu hans af samskiptum okkar á sínum tíma, að þá sýnir Sigurbjörn Árni svo vel sko, hvað góður lýsandi getur gert útsendingu ævintýralega skemmtilega. Já, já. Það er fólk sem að veit ekkert um frjálsíþróttir og taldi sig ekki einu sinni hafa gaman að þeim, sem liggur yfir þessum útsendingum að því hann er að lýsa þeim. Já, já. Og hann er auðvitað í lýsingunum, er hann bara eins og hann var á endasprettinum í gamla daga, þegar hann var rosalega öflugur endasprettsmaður. Það var hérna, hlaupið var yfirleitt gjörtapað eða þú varst svona jafnánum út úr síðustu beginni. Já. Er ekki flestir spenntir fyrir frjálsíþróttunum, sérstaklega auðvitað, ef hann er að lýsa, sundinu og fimmleikunum. Jó, ég held þetta og síðan er þetta þegar íslenska handboltalandsliðir er að keppa, þá er þetta hérna, þetta er alveg handbolta, þó að það var þetta svekkjandi að við kæmumst ekki á móti núna, þó að íslensku keppendurnir séu allir búin að ljúka keppni, eru ekki allir 3 íslensku þjálfarnir ennþá að? Þór er með norsku stelpunnar, já. Alfreð með þjóðverjana, já. Og er ekki Dagur en í keppninu? Já, eru króatarnir ennþá inni? Já. Ég held það. Þeir eru flettið svo upp. Það tekka á því, hérna. En þetta er allavega ótrúlegur árangur sko, að þjálfararnir séu, og ég meina Guðmundur Guðmundsson gerði Danina olimpíumeisturum á þar síðustu leikum. Þetta er alveg magnað hvað íslensku handboltaþjálfararnir eru á miklum heimsklassa. En þú veist, ég myndi að velta því fyrir þér, var það ekki hvort að það þýddi að ef að við vinnum með þjálfara, hvort að það þýði að Íslendingur fái gullverðlaun? Nei, ég nefnilega veit svarið við þessu. Þjálfararnir fá ekki verðlaun. Þú fá þeir ekki verðlaun? Nei, sem er þetta leiðilegt. Ég held ég muni það rétt að Guðmundur landsliðsþjálfari fyrrverandi hafi sagt frá því í viðtali að hann hefði ekki fengið gullmedalíu þegar hann gerði Danina. En í einni af þínum gömlu íþróttum, ruðningnum, eða hvað þið vilja kalla þetta, í Super Bowl, þá fá mér svona Super Bowl hring. Já. Og ekki þjálfararnir þá líka? Jú, í Super Bowl, jú. Já. Ég held þetta sér, þetta er eitthvað í olimpíuleikunum, og mér minnir að Guðmundur hafi lýst því þannig á sínum tíma að þetta sneri, sko þjálfari, þetta væri sama bara rétt eins og þjálfari frjálsíþróttamann sem vinnur gull í kringlukasti. Já, fær ekki verðlaun, sko. Það voru einhver slík rök, sko. En til dæmis ég held að sé alveg örugglega þannig á heimsmeistarmótum og Evrópumótum í boltaíþróttum, þá fær þjálfarinn og eflust aðstoða þjálfari líka verðlaun, sko. En talandi um kringlukasti, sástu kringlukasti? Það sem að Litáin bætti heimsmet föðu síns? Ég er búin að fylgjast með Litáin síðan hann var bara unglingur. Þetta er bara ótrúlegt efni sem kom fram þarna á sínum tíma. Og einmitt bætir Ólympíumet allavega. Ólympíumetið og endar í öðru sæti. Svo kom einhver náungi sem eins og ég held Sigurbjörn Árni hann var orðað þannig enginn hafði heyrt um. Já. Og hann slær metið 3 sentimetra bara. Var það ekki þannig þegar Mike Powell stökk 8,95 forðum? Þá minnir mig að Carl Lewis hafi sett
met í stökkinu á undan, Já, já, mögulega umferðina á undan, en En- hérna, ég held að Lewis hafi verið búinn að bæta metið það ringir einhverjum bjöllum þegar, akkurat. þegar Mike Powell síðan tekur 8.95. Já, Að möguleikja Carl Lewis hafi stokkið yfir fyrra meti í seinni umferð, en mér minnir samt að það hafi verið þessar röðinni. Þeir fóru í öllu falli báðir yfir gamla heimsmetið, þegar ég mann það rétt. það er einmitt. En þetta var mögnu kringlukastkeppni og ég gamli kastarinn hef náttúrulega mjög gaman af kastgreinunum og Rauser, bandaríkjamaðurinn, var að vinna 3. ólympíuleikann í röð í kúluvarpinu Já, og algjör yfirbráðamaður, kringlukastkeppnin svona alveg frábær og þetta er búðar gaman aðeins og síðan voru mjög óvænt úrslit líka í kúluvarpi kvenna þar sem svo albesta í rauninni henni fatast flugið og hún kemst ekki í úrslit sko. já, já, Og endaði í 17. sæti 3 sætum á undan okkar konu Ernu Sóley. En svo verður þetta að segja það var gaman að Anton Sveinn McKee já, fer þarna á sína 4. ólympíuleika, já, ótrúleg einurð og agi sem þarf til þess að halda Heldur þér í betur. þessum tokklassa í alla þennan tíma. Þannig að við óskum honum til hamingju með ferilinn og allar keppnirnar. Já. En nú tekur nýr kafli við. já, já, en virkilega vel gert hjá honum. Já, og bara ég meina, með minni að hann hafi verið með 9. besta tíman inn í undanúrslitin Já. í 200 bringu. Já, já, Þannig að þetta var bara glæsileg keppni hjá honum, sko. heldur betur. Að því við erum í Frakklandi að tala um Ólympíuleikana, verðum við ekki aðeins að tala um það sem er að gerast í pólitíkinni í Bretlandi og Bandaríkjunum? Jú, það er náttúrulega allt í uppnámi einhvern veginn í Bretlandi, í upplausn nánast og bandarísk stjórnmála eru orðin venju fremur skröðleg. Hvorum einn viltu byrja? Þú mátt velja. Afgreiðum Bandaríkin fyrst. Kamala var að velja sér varaforsetefni sem að er ríkisstjóri í Minnesota, er það ekki? Tim Walz að nafni. Já. Og þetta kom svolítið á óvart því að eins og þetta þá er hún nú tölvert vinstri sinnuð, var á einhverjum samanburðarlistum, þeir haldi utan allt þetta, alltaf svona tölfræði í íþróttum og stjórnmálum í Bandaríkjunum og hún var skilgreind sem vinstri sinnaðasti þingmaðurinn í öldungadeildinni og menn töldu að hún myndi þá velja einhvern sem að væri mótvægi við sig en hún valdi þennan Tim Walz sem að virðist nú vera orðin hálfgerður öfga vinstri maður. Hann þótti áður svona tiltölulega hófsamur. Öfgasamari heldur en Kamala. Já, jafnvel það, eftir hann varði ríkisstjóri þannig, þá tekur hann alla dellu sem að á vegi hans verður og lyftir henni. Hvort sem það er að konur er að geta farið í fóstureyðingar fram að fæðingu barna eða þetta Black Lives Matter allt saman, það sem að hann var fylkið hans fór mjög illa út úr því sérstaklega Minneapolis og hann eiginlega svona bara ég segi ekki hann hafi hrósað þeim en hann allavega bar mjög verulega blak af óverðsækjunum sem voru að brenna þarna niður heilu og hálfu göturnar Já. og hefur fært sig mjög yfir í öfgavinstrið. Við heyrum þetta hugtak sjaldan í fjölmiðlum, öfgavinstri, en hann hefur tekið upp eitt og annað sem að er mjög langt til vinstri, ekki bara á bandarískan mælikvarða heldur bara almennt. Þannig að það komum fólki svolítið óvart að hún skildi velja hann og þá kannski frekar til marks að línur séu bara skýrast. Þessu Trump og J.D. Vance sem að sumum þótti vera líkur Trump í skoðunum og áherslum og svo Kamala og þessi valstana og þetta talandum skautun í stjórnmálum þetta mun ekkert draga úr skautun í bandarískum stjórnmálum eða slagnum sem framöndan er fyrir þessar forsetakosningar
og hætti að þetta verði mjög líflegt. Þetta er þetta alveg óhemju langdreið kosningar í Bandaríkjunum, fórsetakosningar sérstaklega. Fórsetar til að taka fyrst við, tekur það kannski 1 ár að koma sér að stað og setja sig inn í starfið og hafa það 2 ár og síðasta árið fer bara í kosningabartu fyrir næstu kosningar. En nú eru, hvað ekki, 3 mánuðir, þetta, 15. nóvember fara kosningarna fram, ef ég man rétt. Og þetta verður skrautlegt tímabil. Já, það er öruggt. En þetta eru Bandaríkin, Bretland, Já. þar er allt í hersöndum í orðsins vilstu. Já, og bara mjög ískyggileg þróun þar á svo margan hátt. Það voru mótmæli í Bretlandi gegn svona því sem að Breta líta á sem eftirgjöf eigin lands og haft mikla áhyggjur af landamærunum þar og stöðugum straumi fólks til landsins. Það var hlutfallslega séð kannski ekki í samræmi við Ísland en þetta er búið að vera stærsta málið þar og skildi engan undra. Það eru þannig heilu borgirnar og bæirnir sem eru bara miklu leyti núna undir stjórn eða mjög verulega stór hluti íbúana aðkomu fólk sem hefur ekki í öllum tilvikum lagast mjög vel að samfélaginu, breska. Og í lok júlímánaðar voru mikil mótmæli, eða ég held að verið kallað samstöðufundur í London, það sem var einhver milli 100-200.000 manns sem mættu og bara með breska fánan og svona minna á mikilvægi þess að vernda Bretland og þetta var alls konar fólk. Þetta voru innfæddir Bretar, fólk af þínum ýmsu kynþáttum og fjölskyldu fólk bara og fór allt bara prýðilega fram nema það var eiginlega hvergi sagt frá þessu. Var ekki minnst á þetta í íslenskum fjölmiðlum og lítið sem ekkert í þeim bresku. Svo urðu þessi hræðilegu morð á stelpunum Stúlkunum 3. í Southport og það leiddi til mótmæla og óláta sem að svo stigmagnaðist og voru óeirðir á nokkrum stöðum í landinu, ekkert endilega aðstæðar með mörgum þáttakendum en þessar aðstæður þá eru einhverjir vafasamir menn, fótboltabullur, óeirðaseggir, ábeldismenn sem að sjá tækifæri í því að efna til óláta og meðal hans reynda að kveikja í hóteli fyrir hælisleitendur. Nema hvað, þetta voru undantekningarnar. Flestir voru bara að lýsa áhyggjum af þróunin í landinu. Og Keir Starmer, forsætisráðherra, virtist taka alveg óhemju illa á þessu máli. Hélt blaðamannafundi, það sem hann svaraði nú ekki mörgum spurningum, en hélt stuttar ræður það sem hann bara lýsti öllum sem að væri að mótmæla sem hægri öfgamönnum, kunnulegur frasi. Og svo bara rakti hann hvernig farið yrði með alla þessa hægri öfgamenn og útlistaði eiginlega hvernig í Bretlandi yrði innleitt kínverska kerfið, já sem má segja. Ný tækni til þess að þekkja andlit fólks út á götu, fylgjast með því. Ef þú værir einhvern starf þáttakandi í mótmælum þá myndu menn spotta þig og þú yrði ekki bara kærður, þú yrði dæmdur hart. Eins með þá sem að var að tjá sig á samfélagsmiðlum, að það er aldeilis tekið á þeim en nefndi ekki einu orði þær óeirðir sem aðrir hópar höfðu staðið fyrir. Og þetta náttúrulega féll ekkert í kramið hjá hinum almenna Breta sem að kunni því ekkert vel að vera kallaðar hægri öfgamaður, þó að sumir séu líklega farnir að velta fyrir sér hvort þeir séu bara hægri öfgamenn.
það er nú annað ágefni ef það farðir að úttinna svona hugtök og þar með í rauninni að fjölga í hópnum. En hann nefndi ekki aðra hópa sem að þó tóku þessu að því verið sem skilaboðum að nú væri bara komið veiðileyfi á alla þessa hægri öfgamenn. Þannig að menn, núna ákveðnir hópar fóru þarna stórir hópar göturnar bara í leit að englendingum eða hvítu fólki til að berja á því með kylfur og sveðjur og hvað eina. Það er ekkert sagt frá þessu í fréttunum. En ótal myndbönd af því það sem verður að elta einhverja sem að var bara, já, menn hafði túlkað þessu að Starmer hefði gefið út veiðileyfi á. Þannig að hann hélt nú ekki nógu vel á þessu og náði ekki að róa þetta. En svo var efnt núna til samstöðufundar eða mótmæla, eða hvað minn vilja kalla það, gegn öfgahægri mönnunum á þeim forsendum að þeir væru búin að boða aðgerðir á allavega 100 stöðum og það var listað upp hvar þessar aðgerðir eru og þetta kalla út fólk til þess að andmæla því og þetta verið einhvers konar friðar boðskapur. Svo var það nú bara upplýst í dag að þetta hefði verið plat með þessar 100 áformuðu aðgerðir eða óerðir. En hefði virkað að mati þeirra sem stóðu fyrir þessu því að þeirri hefði með því náð fólki til að koma út og andmæla. Þessi friðar andmæli voru hún ekkit öll friðsættilega eins og að á einum stað það var í London þá til dæmis birt myndband af ræðu frá bæjarfulltrúa fyrir Labour, fyrir Verkamannaflokkinn sem að hélt ræðu og lýsti því að allt þetta pakk sem hefði verið að mótmæla væri hægri öfgamenn og þetta skerði á alla háls. Það er nú settlega afgjörsla. Já, þetta voru friðar, þetta var samstöðu fundurinn frið. Og þarna var fólk í kring sem að klappaði og sagði húrra fyrir þessu. Og þar með talið 2 konur sem stóðu við hliðina á honum og voru einhvers svona skipuleggjendur þessa stóra samstöðu fundar sem hefur verið sagt frá í íslenskum fjölmiðlum og var á forsíðu allra bresku blaðana. 2 konur sem að fögnuðu þessu mjög, klappuðu fyrir honum þegar hann sagði þetta. Önnur þeirra í vesti frá Amnesty International og hinn einhver annar skipuleggjandi. Svoleiðis að í rauninni var þessi svo kallaði samstöðufundur meira til þess fallin kannski að kynda enn undir þennan óróa í Bretlandi. Af því að menn líta ekki á raunverulegar aðstæður og innihald vandans. Já. Þessi breski fulltrúi Labour í einhverju sveitarstjórninni, ég man nú ekki hvar það var, hefur nú verið handtekinn og bara í fréttum á hann fyrir þessi orð. En lögreglan breska var nefnilega lent í dátum vanda með það að menn voru farin að taka eftir því að það var ekki sama hver ætti hlut. Two-tier policing kallaði þetta. Tvískinnungslöggæsla og farið að kalla Keir Starmer two-tier Keir. Og þannig að lögreglan fann sér allt inn í þeirri stöðu að hafa handtekið hinn á þessa og hótað þungum refsingum og svo byrju hvað með þennan eftir alla þessu umræðum two-tier policing þá fannst þeir þurfa að taka hann líka. Þannig að hann hefur núna verið handtekinn og ég veit ekki hvort hann situr í gæsluvarðhaldi eða hvað. En engu að síður hefur þetta vakið athygli hins almenna borgara í Bretlandi það hvað lögreglan nálgast hópa á ólíkan hátt. En muna eftir BLM óeirðunum sem áttu sér stað miklu liti í COVID. Þar komu stjórnmálamenn eins og Keir Starmer fyrirvendur fram og svo þetta væri bara áminning
mikilvægi þess að þetta fólk fengi einnig réttlætis og það þetta taka með í reikningina og það hefði verið komið illa fram með á svona og þess vegna væri mjög skiljanlegt að það væri að kveikja í húsum og bílum og eitthvað. Og á sama tíma voru einhverjir mótmæla COVID-aðgerðunum, þá mætti löggan alveg fullum krafti og einhverjir svona eldri kallar söfnuð saman til að verja styttuna af Winston Churchill og minnismerkjum heimstyrjaldirnar þegar verið að vera að vinna skemmdarverk á þessum styttum. Þá mætti löggan sko til að taka þá og snúa þá niður. Þannig að það er ekkert skrítið að fólk velti fyrir sér hvort að eitt gildi alla þarna í Bretlandi og það er einmitt vandamálið að ef fólk fær þá tilfinninguna að það gildi ekki sömu reglur alla þá er það líklega til þess að auka á vandan frekar hann að draga úr honum. Já, það er þannig. Allstaðar í öllu samhengi. Já. Heyrðu, þetta var hérna fín yfirferðin Bretland og Bandaríkin. Við erum aðeins að hérna koma við í Japan. Daginn eftir að við tókum upp loftslagsþáttinn, 1. ágúst, þá bárust fréttir af því að þeir væru búin að gefa út leyfi til veiða á langreiðum. Já. Og það er bara ánægilegt að þeir ætli að hefja langreiðaveiðar í atvinnuskyni en rifja líka upp það óleysta vandamál sem blasir. Er það ánægilegt? Gerðu það ekki markaðshæfni okkar? Ég er bara fylgjandi því að allir nýtir auðlindir sína með þáttarum hætti. Þetta rifjar upp sko stöðuna sem býður ríkisstjórnarinnar í haust þegar öll kærumálin sem dynja nú á matvælaráðherrum hljóta að komast í farveg. Það kemur ný leyfisumsókn frá Hval, Kristján Loftsson er búinn að lýsa því yfir. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig ríkisstjórnin bregst við og þá sérstaklega þetta matvælaráðherra sem að er nú þegar búinn að væntanlega valda ríkinu skaðabótaskyldu umfram við það sem Svandís Svavarsdóttir hafði gert í því embætti áður. Já, það er viðbúið. En það er spurning hvort að sé einhvað two-tier politics í þessu. Já. Hvort að það gildi sömu reglur alla eða hvort að samstarfsflokkar VG í ríkisstjórn láti áfram bjóða sér hvað sem er frá flokki með hvað, 3,5%. Já, það verður áhugavert að sjá. En hinir nálgast nú reyndar. Já, stefnir allt í sem áttina. Skiljanlegum ástæðum. Já. Heyrðu, en þetta fer nú að vera gott hjá okkur í dag. Það er kannski, ef ekki að flagga því, ef ekki að nú fer að styttast í við ætlum að fara taka til við gestakomur í þáttinn. Já. Við ætlum að leyfa fólkinu svona að komast aðeins út úr sumafríinu og Vestmannaeyjahelgjunum, en núna í ágúst þá byrjum við að fá gesti til okkar og við vonum að áheyrendur muni hafa gaman af og svo ætlum við líka ekki alveg búin að festa það hvort það verið næsti að þarnæsta þætti þar sem við ætlum aðeins að líka svona horfa inn í haustið og hvernig við ætlum að nálgast mál, hvaða tillögur til bóta koma fram gagnvart svona ýmsu að því vitlausasta sem ríkisstjórnin hefur verið að gera. Já. Og þar fram til götunum því að nú er þetta bara stefnuvinn í skemmtilegasta vetur kjörtímabilsins, kosningavetur. Já. Sem að eru þetta þeirra gerðar að það hefur sennilega aldrei við, það má nú segja að síðasta veturinn hjá Jóhann og Steingrími þá var þetta allt í hershöndum. Þau í raun búin að missa stjórnarmeirihlutann, var svona haldið lifandi með varadekkjungum til Steingrímssyni manni og einhverjum fleirum. Já, þau voru búin að missa meirihlutann og höfðu það eina markmið að þrauka. Þessi ríkisstjórn er svo sem ennþá með meirihluta en megin markmiði virðist vera að þrauka. Já. Og bara maður heyrði það bæði á viðtali á Sprengisandum helgina við Guðlaug Þór, þar laði mikið upp á því að klára verkefnið eins og það stendur. Já. Það blasir ekki við þessi mikil eftirspurn eftir því að þessi ríkisstjórn klári nokkurt einasta verkefni með að hvernig gengið yfir hingað til. Nei, ég held að flestir sem nú gera sig grein fyrir því að því færri mál sem þessi ríkisstjórn klárar þeim en betra og vonandi fer hún ekki að reyna að klára einhver af þessum málum sem að snerist aðföra að málfrelsinu
við viljum ekki þróun sem við sjáum í Bretland og er í rauninni óhugnanleg, þar sem er farið að banka upp á hjá fólki, lögreglan, ekki bara banka upp á, brjóta niður hörð út í hörðina til þess að handtaka fólk fyrir einhvað sem að það deildi að skrifa á samfélagsmiðlum. Ég var bara að sjá í fréttum áðan að það var maður handtekinn fyrir að gera hrópað lögreglunni í þessum nýju staðgerðum. Hann fékk núna í dag eða í gær 2 ára dóm, 26 mánaða fangelsisdóm fyrir að hafa gert hróp að lögreglunni. Auðvitað eigum menn ekkert að gera hróp að lögreglunni. Og menn sjálfsögðu ekki að hérna kasta steinum eða skemma eignir eða ráðast á fólk. En ef að þetta er það sem koma skal, 2 ár fyrir að gera hróp að lögreglunni, þá veit ekki alveg hvert stefnir hjá nágrunum okkar hérna. Solaris geti þurft að nota eitthvað 60 milljónum í lögfræðikostnað. Já, Það verður nýja viðmiðið. já, ef að sama gildur alla, þá ættu slík samtök að fara að velta því fyrir sér. Aðalatrið er þetta, eitt skuli yfir alla ganga. Já, akkurat. Sömu reglur gildu alla í réttaríki. Já. Heyrðu, við látum þetta eru góður loka orð. Við segjum þetta gott í dag, kæru áhörendur. Við verðum hér aftur að viku liðinni. Það verður örugglega eitthvað sem flýtur upp í gegn á næstu dögum, en eins og ég sagði áðan, þá ætlum við annarkvort í næsti eða þannasti þetta svona aðeins að reyna að ramma inn hvernig svona hausti blasi við núna og hvað brennur mest á og svona hvaða lausnir er ekki bara sko æskilegt heldur nauðsynlegt að fara að líta til hvað það varðar að ná stjórn á mörgu af því sem hefur verið sem stjórnlausast núna árum saman undir stjórn þessara ríkisstjórnarflokka. Já, og þegar ég er búin að ná mér 20 kílóum, eins og ég ætla að gera núna á næstunni, þá skora ég á því í 100 metra hlaupi. Ég keppi bara í 90 metra hlaupi. Kæru áhorfendur, takk fyrir að fyrst í dag. Heyrjumst eftir viku. Bless, bless. Takk, bless.